Jæja, velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í eina af stærstu spurningum sem til eru. Hver er eiginlega tilgangur lífsins? Við ætlum að skoða ákveðna heimspekilega nálgun sem geti veitt alveg óvænta sýn á þetta sígilda viðfangsefni. Ok, byrjum á byrjuninni. Allt þetta byrjar með tilvistarkreppu sem flestir kannast við, þessari stóru spurningu sem leitar á fólk á einhverjum tímapúlti. Já, hérna er hún. Hvers vegna fættumst við? Hver er eiginlega tilgangurinn með þessu öllu saman? Þetta er grunnurinn að svo mikil leit og, oft og tíðum miklum kvíða. En hvað er spurningin sjálf í rangt sett fram? Já, það er alveg rétt heyrt. Upphafspunkturinn í þessari pælingu er einmitt þessi hárbeita og frekar ögrandi fullyrðing. Hún eiginlega snýr öllu á hvolf og neyður okkur til að endurhugsa grunnforsendunar alveg frá byrjun. Sko, kjarnin í þessu er sá að tilvera okkar er ekki bundin við eitthvað fyrirfram ákveðin tilgang. Hún er afurð reinar tilviljunar. Og það er einmitt af því að við erum til sem við finnum þessa djúpu þörf til að leita að merkingu. En þetta er alls ekki niðurdrepandi hugsun. Þvert á móti, hún er frelsandi. Hún losar okkur undan þessari gríðarlegu byrði að þurfa að finna einn stórbrotin kosmiskan tilgang. En ef það er engin fyrirfram ákveðin tilgangur, hvernig eigum við þá að lifa? Það er hér sem margir lenda í, algengri gildru þar sem lífið snýst upp í stanslausa leit að ánægju. Til að útskýra þessa gildru er hugtakið samsara tekið úr búddisma, en því er gefin alveg ný merking. Hér er samsara ekki einhver hringrás endurfæðingar í næsta lífi, heldur stöðug innri sveifla milli sársauka og nautnar sem við upplifum hér og nú. Þessi hringrás er í raun alveg einföld en samt svo djúpstæð. Tökum hungur sem dæmi. Sársaukin kemur, maður borðar og upplifur nautn, en leið og mettun er náð þá hverfur nautnin, er það ekki? Og næstum því strax hefst leitin að næstu kannski sterkari nautn. Og þessi stanslausa leit hún verður á endanum þjáning í sjálfu sér. Þessi mynd setur lífið í frekar sláandi samhengi. Samkvæmt þessari hugmynd þá er tilveran að stórum hluta, kannski svona 70% þjáning. Aðeins 10% eru hrein gleði og meðan 20% eru friður. Og lykilatriðið hér er að markmiðið er ekki að elta og reyna hármarka þessi 10% á gleði því það hendir manni bara beint aftur í hringrásina. Nei, raunverulega markmiðið er að stækka þessi 20%, að auka friðin og ró. Svo hvernig stækkum við þennan frið? Svarið? Það felst í því að gjörbreyta sjónarhornsnið okkar. Að hætta að leita merkingu eða hjálpreiði ykkur staðar í framtíðinni eða í framhaldslífi og byrja að finna það hér, akkurat núna. Andstæðan er algjör. Í staði fyrir að líta á himnaríki og helviti sem einhverjar fjarlæga áfangastaði eftir dauðan, þá heldur þessi heimspeki því fram að við séum að skapa þessi ástönd sjálf á hverjum einasta degi í gæðum samskipta okkar við aðra. Er lífinu lifað í sátt og kærleika eða í deilum og sársauka? Þar liggur munurinn á himnaríki og helviti, hér og nú. Já, þessi tilvitnun fangar kjarnan algjörlega. Það er ekkert annað. Þessi stund, þessi staður, þetta líf, þetta er vettvangurinn. Það er hér sem við verðum að búa til okkar eigin paradís. Jafnvel hugtakið synd fær hér alveg nýja, jarðbundna merkingu. Syndin er ekki eitthvað brot gegn guðlegum boðorðum, heldur raunverulegur, áþreifanlegur skaði sem er unnin á öðrum lifandi verum. Þannig að ábyrgðin er ekki gagnvart einhverju fjarlægu afli, heldur gagnvart þeim sem deila þessari jörð með okkur. Jæja, þá er komið að því. Ef markmiði vera að skapa himnaríki á jörðu með því að lifa vel, hvernig gerum við það í alvörunni? Nú förum við úr heimspekinni yfir í svona hagnýtari atriði. Hér eru 4 grunnstóðir. Í fyrsta lagi, að geta séð fyrir sér sjálfur. Þetta snýst fjárhagslegt sjálfstæði sem er grunnurinn af frelsi og sjálfsvirðingu. Í öðru lagi, að flýja leiðindin því stöðnun er jú form af þjáningu. Við þurfum áskoranir. Í þriðja lagi, stöðugt nám og sjálfsaga. Að halda áfram að vaksa og þroskast. Og svo að lokum, kannski það allra mikilvægasta. Já, að vera í núinu. Þessi setning hérna, hún útskýrir svo ótrúlega mikið andlega líðan. Að dvelja í fortíðinni, það skapar eftirsjá og þunglindi. Að hafa stanslausar áhyggjur af framtíðinni, það skapar kvíða. En sannur friður, hann finnst bara þegar við einbeitum okkur að því sem er að gerast akkurat núna.
Jæja, þetta snýst allt hvernig við getum lifað vel sem einstaklingar. En hvað með stóru myndina? Er til einhver sameiginlegur, yfirgripsmikill tilgangur sem geti gefið tilveru okkar allra dýpri merkingu? Og svarið sem þessi heimspeki gefur, það færi fókusinn frá einstaklingnum yfir á heildina. Hinn æðsti tilgangur ekki að bjarga eigin sál fyrir eilíft líf, heldur að tryggja að lífið sjálft, í allir sinni mynd, geti haldið áfram að dafna. Sko, við erum ekki bara einhverjir einangraðir einstaklingar. Við erum hluti af ótrúlegri keðju, 36,7 milljarða ára langri keðju lífs. Og hlutverkið okkar verður þá tvíþætt. Annars vegar að tryggja að lífið geti haldið áfram líffræðilega og hins vegar að skila af okkur þeirri menningu og þekkingu sem við höfum öðlast til komandi kynslóða. Þetta leiðir okkur að lokaspurningunni. Svo, ef við draugum þetta allt saman, hvar þá okkar endanlegi tilgangur samkvæmt þessari hugsun? Svarið í senn svo einfalt og svo stórkostlegt. Kannski snýst þetta ekki að leita einhverju merkingu út í geimnum meðal stjarnanna. Kannski tilgangurinn miklu nær okkur og óendanlega mikilvægari. Að vera ábyrgður þáttakandi í þessum magnaða 36,7 milljarða ára kraftaverki sem lífið og tryggja það að fá að halda áfram að blómstra hérna á okkar jörð.